Komið í sæl, í dag hefur verið hæg breytileg átt á landinu og allvíða bjartviðri en stöku él með norður og austurströndinni og á gervitunglamynd sem var tekin hádegi í dag þá getum við séð að það var ekki ský á himni að sjá yfir mestöllu landinu en þó var skýjabreiða hér allra syðst og eins mátti sjá éljaloftið fyrir norðan okkur en það sem er aðal merkilegasta við þessa mynd er að sjá frá eldstöðinni er að koma gasefni og reykur og leggur hann hér í suðurátt frá eldstöðinni og langt suður í haf og er táknað hér með svona brún gulum lit. En á yfirlitskortinu frá hádegi í dag þá getum við séð að það er hæðasvæði yfir landinu og eins yfir Grænlandi. Dálítil lægð er að myndast hér á Grænlandshafi og við Bretlandseyjar er lægðasvæði og breytingin til morguns er ekki mikil. Lægðin hér á Grænlandshafi dýpkar lítið eitt en kemur lítið við sögu hjá okkur og lægðin hér fyrir sunnan hún veitir hlýju og röku lofti yfir Bretlandseyjar. En áfram er gert ráð fyrir því að það verði austlæg átt hjá okkur. Og á hitasviðinu þá má sjá að það var tiltölulega kalt hjá okkur, frost fór í 17 stig á Sauðárkróksflugvelli og eins í Stafholtshei í Borgarfirði í síðastliðna nótt, en hitinn í dag náði að fara upp undir frostmark bæði á Fagurhólsmýri og undir Eyjafjöllum. Og breytingin er ekki mikil hjá okkur næsta sólarhringinn, það verður áfram tiltölulega kalt hjá okkur en þó má gera ráð fyrir að verði eilítið mildara frostið hér allra syðst þegar þykknar upp seinnipartinn á morgun. En ef við lítum hér á hvernig verður á morgun hjá okkur þá er reiknað með að verði austlæg átt víðast hvar svona 3 til 15 metrar á sekúndu. Einna hvassast á hér með suðausturströndinni og út af Vestfjörðum en hægari vindur verður hér á norðausturhluta landsins og það er gert ráð fyrir því að það verði nokkuð bjart veður mest allt sunnan og vestanvert landið en stöku él með norðurströndinni og eins stöku él inn á norðaustanverðu landinu og hér á suðvesturhlutanum búist við að verði austlæg vindátt og frost svona frá 3 og niður í 7 stig. En allt land er reiknað með að verði tiltölulega kalt hjá okkur. Og ef við skoðum hér þá hvernig reiknað er með að SO2 í andrúmslofti eða gasefni frá eldstöðinni gætu dreifst frá miðnætti í kvöld fram til miðnættis annað kvöld og þetta er líkan sem reiknar út frá því hvernig staðan var í morgun og þá er gert ráð fyrir því að gosefnin fari undan vindi og gasið einnig þannig að það er vestasti hlutin á Reykjanesi sem gæti orðið fyrir áhrifum af þessu gasi. En það skal tekið fram að síðan þetta var reiknað þá hefur dregið heldur úr gosefninum. En svo á laugardag er áfram gert ráð fyrir austlægum vindi hjá okkur, einhver él með norðurströndinni og eins með austurströndinni og þykknar smám saman upp hér sunnanvert landið og það verður hitinn svona rétt í kringum frostmark allra syðst en annars staðar vægt frost. Og svo á sunnudag er útlit fyrir að verði austan og norðaustanátt hjá okkur með snjókomu eða slittu suðaustan og austanvert landið, él með norðurströndinni en yfirleitt þurrt vestan til á landinu og það verður úrkomu meira eftir því sem líður á og þá má gera ráð fyrir að hlýni lítið eitt hjá okkur. Og svo á mánudag er útlit fyrir að verði víða snjókoma eða slitta á landinu, hitinn svona rétt yfir frostmarki víðast hvar en kólnar svo aftur á þriðjudag. Og ef við skoðum hér önnur lönd í Evrópu þá er reiknað með að verði nokkuð úrkomusamt í kringum Bretlandseyjar, Frakkland og Þýskaland en sólríkara suður við Miðjarðarhaf og eins er reiknað með að verði nokkuð úrkomusamt á Íberíuskaga, bæði í Portúgal og Spáni. Og á Kanaríeyjum er útlit fyrir að verði nokkuð skýjað með köflum og yfirleitt nokkuð þurrt og hlýtt. En hjá okkur er búist við að verði austan og norðaustanátt, víða bjartviðri sunnan og vestanvert landið en dálítil él með norður og austurströndinni. Verið sæl.